Komið sæl. Laðirnar það koma nú til okkar hver að fætur annari en það háþrýstasvæði hérna langt suður í hafi sem að svona beinir laðunum til okkar á leiðsinni Austurubóginn og við fáum hérna einn sem að myndast á Grænlandshafi sem kemur til okkar næsta sólarhring, síðan fáum við smá hlé á þriðjudaginn aðfarnótt miðvikudagsins þá koma skil hérna yfir landið og síðan á fimmtudaginn kemur þessi lað sem við sjáum hérna suðvestur af landinu á miðvikudaginum, en hún kemur yfir landið á fimmtudaginn. Þannig að það verður mikið að laðagangi hjá okkur næstu daga með tilherrandi vætu. En ef við skoðum hitasviðið þá erum við í svölu lofti og laðin sem að fer yfir landið núna næsta sólarhringinn, það sem hún gerir að hún dregur kalt loft á eftir sér þegar hún fer fram hjá landinu og því verða svona nokkuð svalir næstu 2 dagar og það verður næturfrost norðanlands í nótt og síðan mjög víða á landinu aðfarnótt þriðjudagsins. En með þriðjudagnum koma suðlægar áttir til okkar og þá fer nú að hlýna hjá okkur og hitatölurnar fara hækkandi allt land. En við skulum skoða hvað að gerast núna næsta sólarhringinn. Lagðin að nálgast okkur hérna og við sjáum hérna hvernig hún kemur inn á landið og strax klukkan 3 í nótt verða komnar í gula hríðaviðvörun í Breiðafirði og svo í fyrramálið á Norðurlandi og síðan á Norðurlandi eystra og svo yfir hádegi þá byrja þeir að detta út hver á fætur annari og annað kvöld þá verður þetta allt saman gengi niður. En ef við skoðum þetta aðeins nánar að klukkan 9 í fyrramálið að þá sjáum við að það verður hitastigið er lágt, það er frost allt norðanvert landið þannig að þetta þýðir að það mun snjóa í byggð fyrir norðan og síðan mun þetta kalda lofti teygja sig hérna eitthvað suður á bóginn og það er spurning hvað næra snjóa sunnalega en þetta mun síðan ganga nokkuð hratt eftir og strax klukkan 18 annað kvöld að þá verður nú farið að létta talsvert til landið bæði sunnan og vestanvert og vindur gengi mikið til niður. Það er helst á norðausturhorninu sem eru ennþá hríðaviðvörun í gangi í raun og vel fram á annað kvöld þar sem að verður bæði nokkuð hvasst og einhver ofankoma. En síðan áfram á þriðjudeginum að þá hérna förum við að fá svona suðlæga átt, laðin gengin hjá og hitatölurnar eru á uppleið hjá okkur og það ætti því að vera svona þokkalegasta veður hjá okkur á þriðjudaginn og gæti orðið nokkuð bjart hérna norðan til en það stutt í næstu skil og strax á aðfarnótt miðvikudagsins að þá muni þessi skil ganga yfir landið og miðvikudagurinn verður þá svona, það verður skúraleiðingar einkum landið vestanvert, það ætti að verða nokkuð þurrt austan til á landinu. Hitatölurnar eru vel á uppleið og hæstu hitatölur getur jafnvel farið upp fyrir 15 stig og vindur hann svona fremur hægur. En síðan á fimmtudeginum að þá kemur næsta lagð til okkar og hún kemur nú með svona sunnanátt og talsvert mikla rigningu en hún kemur líka með milt loft með sér þannig að við sjáum að hitatölurnar eru hérna og yfir 10 stig mjög víða. En ef við skoðum aðeins hvað að gerast í kringum okkur að þá nú þokkalegasta veður hérna í Skandinavíu einhverjar skúraleiðingar á Stánli en svona mestuleyti þurrt og bjart. Það svolítið laðagang hérna eins og við sjáum í Evrópu og sérstaklega hérna við Ítalíu þar sem verður talsvert mikil rigning sunnan til en annars víða skúraleiðingar. Og síðan ef við förum að Atlantshafinu að þá nú bæði þurrt og bjart á Íberíuskaganum en meira þungbúið og skúraleiðingar í Frakklandi. En í fyrramálið að þá gengur þessi lagði yfir með hríðaviðvörun landið norðanvert, snjókomu og hitastigi svona í kringum frostmarkið en síðan seinnipartinn þá verður nú farið að létta til og þetta verður allt saman gengið niður nema hérna norðaustan til þar sem þetta gengur niður seint annað kvöld. En við skulum segja þetta gott að veðri, verið sæl.